Hæ, Guðni hérna frá Hljóðheimum. Ég ætla að sýna ykkur í dag hvernig aðferð til þess að djúsa upp mixið ykkar, gera það þéttara og flottara. Og þetta er mjög einföld aðferð, hún kallast sem sagt New York Compression og hún er notað mikið í hip-hopi og dansmúsík og þess háttar. En við ætlum að byrja á því, við ætlum að búa til hérna eina returnrás og hún er komin hérna hjá mér og til þess að búa til returnrás þá gerum við Alt Command T eða Alt Control T á PC. Og á þessara returnrás hérna þá ætlum við að smetla EQ8 á og það sem við ætlum að gera, við ætlum að taka út, við þurfum ekki þessa punkta hérna, við þurfum bara 1 punkt og við ætlum að nota hérna notch filter og við ætlum að draga þetta svona niður hérna og taka út allt nema lágu og háu tíðnirnar. Hvað svona. Svo ætlum við að smetla kompressor hérna fyrir framann. Og það sem við ætlum að gera er það að við ætlum að kompressa þessar tíðnir, þessar lágu og háu tíðnir alveg í tætlur. Og við ætlum að hafa hérna thresholdið alveg vel niðri, ratioið svona cirka 4 á móti 1, eitthvað svona. Og lítið attack og release eitthvað svona cirka. Svo getum við tvíkað þetta eitthvað til þegar við erum búnir. Ok, og svo við köllum þetta sem sagt hérna NY Compression, svona. Svo ætlum við að gera aðra returnrás, það er sem sagt, gerum við aftur Alt Command T á makkanum eða Alt Control á PC-num. Og á þessa returnrás ætlum við að smetla aftur EQ8 og við þurfum bara 1 punkt og núna ætlum við að nota low pass filter svona og við ætlum að hafa þetta eitthvað hérna í kringum 100 og svona 50 Hz svona og gera það sama eins og við gerum áðan, smetla hérna kompressor og kompressa þetta í tætlur og það sem við erum að gera hérna, við erum að kompressa lágu tíðnirnar. Sýnum þetta eitthvað svona, lítið attack, releaseið eitthvað svona og thresholdið vel niður. Ok, þá er þetta komið. Svo, sem sagt, það sem við gerum núna, og já, áður en við gleymum því, við ætlum að kalla þetta sem við vorum að gera Sub Compression svona. Ok, gefum þessu einhvern fallegan lit og svona, þannig við ruglumst ekki svona. Ok, og nú er ég með eitthvað project hérna og ég ætla að byrja að setja sem sagt þessa New York Compression og Sub Compression sem ég var að gera, ég ætla að byrja að setja þá trómmundar og við erum náttúrulega með sendin hérna og þegar við liftum hérna, nú er í þessu tilviki þetta C og D og við erum með hérna C og D hér og þegar við liftum þessum tökum upp þá færist hljóðið hérna og fer inn í returnrásinnar og þá byrjar hérna kompressununa að kompressa lágutíðnirnar í þessu tilviki og svo hérna þá byrjum við að kompressa lágu og háu. Og við ætlum að gera þetta svolítið smekla. Ég ætla að byrja á því að sólóa og aðeins að tvíka þetta. Ok, það er betra sko
það er náttúrulega þegar maður byrjar að gera þetta þá er mjög freistandi að fara bara alla leið með þetta og fara bara með allt í botn, en það er betra að hafa svona minna en meira og þá er bara hægt að bæta hans við. Við ætlum að hafa þetta eitthvað svona og núna getum við heyrt, þannig að við spilum sólum þetta aðeins, hlustum. Þetta er sérst með New York kompressioninni og sub kompressioninni og þetta er án. Þá tökum við þetta hér og sólum þetta. Þetta þykkist alveg allverulega við þetta, verður svona þéttara í sér. Svo getum við sólóað hérna sem sagt return rásinnar og þá heyrum við í rauninni bara það sem að fara í gegnum rásinnar. Pröfum það. Þarna var ég í rauninni bara að hækka aðeins í hérna kompressioninni. Ok, og svo var ég að spá í að hérna við ætla að setja líka á bassan aðeins á bassan hérna og hérna svona eitthvað. Svo kannski aðeins hérna á melodíuna. Pínu lítið bara. Ögn. Pröfum að hlusta á þetta. Þetta þykir alveg heilmikið og gefur rosalega skemmtilegan karakter í mixið. Og hérna, svo er þetta bara að fara hægt og rólega yfir mixið og hérna setja upp, hérna, senda inn í return rásinnar, svona. En munið að fara ekki of gest í það, þú veist, ef þið farið hérna setja of mikið þá getur mixið orðið bara svolítið muddy og hérna, og leiðilegt. Þannig að, ég ætla aðeins að fikta með þetta, sjá hvað ég get fengið meira. Algjörlega, gerir alveg heilmikið og hérna svona skemmtilegt að nota. Og svo getið þið náttúrulega líka bara gert, semst ef við myndum gera bara aðra return rás og hérna kompressa einhverja aðra tíðnir. Það er bara búið til eitthvað eigið stöf. Það er ekkert mál.